og bara gera það fínt fyrir alveg óbúslega lítinn tilkostnað. Svona þessar æfingar var þetta náttúrulegu leitirnar. Sett upp síðuna svona á þann hátt að hún væri svona sprett upp og væri sýnileg. Og leitavélarnar næðu í hana og allt það. Akkurat. En síða sem var mjög einföld og engin stórkostlegur hönnunarkostnaður, hann hefur sjálfsagt gert meiri hlutina því sjálfur. Hún var alveg þannig, sko. En mér langar aðeins að spyrja þig út í það fyrirbæri sem hefur verið að ganga á netinu í dálítinn tíma sem kallað svona vírusmarkaðssetning. Það sem að menn í raun og veru útbúa, yfirleitt þetta myndbönd, útbúa einhver spaugileg skrítin myndbönd og eiginlega svo bara leysa þau úr læðingi og vita síðan ekkert hvað gerist, hvort að það tekst á flug og fer eins og eldur í sinnu eða fer deyr í raun og veru. Miklu fleiri deyja heldur en að ná virkilegu flugi. Kynntu þið félagarnir ykkur þess konar markaðssetning á einhverju leyti? Já, við kynntum aðeins og það er ein grein sem er eftir mig sem birtist í markaðinu fyrir ykkur síðan sem við höfum sem svona viðbótarefni í bókinni. Þetta er svolítið bastarður, svona markaðssetning. Erfitt við að eiga. Og óútreiknanlegt. Já, og þeir sem hafa skoðað þetta hafa komist að þeirri niðurstöðu til þess að ná þessari dreifingu að þá þarftu að ganga svo langt í kontentinu sem þú ert með að það hentar bara óbærslega fáum vörumerkjum. Ef þú ert með bjór eða smokka eða eitthvað slíkt þá getur þú leyftir kannski að vera svolítið klikkaður og með svolítið brjálæðislegar hugmyndir en fyrir kannski fyrirtæki sem eru öðru geirum og þurfa að vera svolítið settleg. Íhaldsöm. Akkurat, að þá hentar þetta náttúrulega óbærslega illa. En það eru kannski til margar gerðir líka og kannski hægt að benda á það er svona það er herferð sem Iceland er með í gangi núna sem að ég kem að, sem er með svona væral svona hluta í sér. Og það virkar þannig að við erum að bjóða fólki að taka þátt í leik og leikurinn virkar þannig að þú segir okkur hver uppáhaldsborgin þín er. Og svo þetta segja af hverju uppáhaldsborgin, hvað er við gaman að best að fara að borða og uppáhaldsstaður þinn og hvers vegna þú hefur þessa upplifun? Akkurat, þannig að þú ert að fylla út einhverja örfáa reiti sem að lýsa bara af hverju finnst þér borgin æðisleg. Kemst í pottinn og getur unnið ferð á staðinn sem að þér finnst svona æðislegur. Ef þú tekur þátt þá tekur þátt í gegnum Facebook. Þannig að þú smellir á þáttöku í vefborðunum, þá fara upplýsingar til sjálfkrafin á vegginu þinn á Facebook og allir vinir þínir á Facebook sjá þá að þú hefur verið að taka þátt. Akkurat, þess að vinir mínir sjá bara Guðmundur Arnar, hann elskar London út af því að hann skemmtilegast að fara á Gaucho og veitingastaðinn og röltum í Camden og svo framvegis. Þannig að þá er komið svona sósíalega væral effekt inn í herferðina. Og þá aftur eru bara fólk að fá hugmyndir, bara fullt af frábærum gullmálum í öllum þessum borgum sem eru þá að berast manna á milli, skemmtilegi veitingastaðir, áhugaverðir staðir. Og nýjir möguleikar sem annars kannski hefðu ekki komið fram. Akkurat, þannig í raun og veru þegar þú kíkir á Facebook og ekki minn á eftir, þá kannski sér þú eitthvað London sem að þér finnst bara frábært og kannski hjálpar þér að ákveða að það sé nú alveg komið tíma að skella sér til London. Mér langar að stoppa aðeins áður en við förum út úr þessari umræðu þessa vírusmarkaðssetningu. Mér langar að sýna ykkur danskt myndband sem að Danska Krabbameinsfélagið gerði á sínum tíma og markmiðið þeirra var að fá 45.000 Dani til þess að klikka á þennan link og skoða þessa mynd en 5 mánuðum eftir að þetta var birt í upphafi höfðu 1,2 milljónir Dana skoðað þessa mynd sem er svona eitthvað það bil 2600% fram yfir það sem að upphaflega var áætlað. Skulum við kíkja á þetta.
svolítið aggressívi Danirnir en skemmtileg mynd enga síður og hefur vakið gríðarlega athygli og ég held ég færi rétt með að það eru yfir 7,7 milljónir áhorfenda búin að horfa á þessa auglýsingu í dag sem alveg gríðarlegu fjöldi. En Guðmundur, mér langar svona áður en við hættum, netið bara svar við öllu? Leysir það allt annað á hólmi? Einfalda svarið við því náttúrulega bara nei. Það eru rosalega margir svona spámenn sem hafa verið að koma fram og tala og ég vil birta efni sig sem að hafa talað fyrir því allt markast sé bara dautt. Nú sé bara netið komið. Nú sé þetta gerir allt á netið. Maður heyrir þetta í kringu sig. Þannig að uppbygging vörumerkjaverið sé bara gjörbreytt. Þannig að öllu gömlu líkunina að það náttúrulega bara alls ekki þannig. Í raun og veru hefur ekkert breyst því að uppbygging vörumerkjaverið hefur í raun og veru í grunninn ekkert breyst. En það sem hefur breyst eru að það eru að opna svona nýjir samskiptakanalar. Fólk að eiga allt öðruvísi samskipti sín á milli og fyrirtækja heldur en hefur verið áður. Og svo eru bara komið ný verkfæri í kistunni hjá markaðsmönnum. Við vorum alltaf með sjónvarpið, vorum með hamarinn og skiptilykilinn í útvarpið og prentið og allt þetta til að beina sölumenn að ráðast inn og hringja og allt þetta. En núna eru bara komið bara fleiri tól í kistuna. Fjölbreyttari. Og fjölbreyttari sem að bjóða upp á bara nýja möguleika. Og hvernig var lagið? Video Killed the Radio Star. Það útvarpið ennþá með okkur og ég meina það bara svoleiðis. Og menn spáðu því líka þegar að vídeóið kom að bókin myndi deyja og svo framvegis og svo framvegis. Akkurat, þannig að það er alls ekki þannig. Hins vegar þetta gríðarlega öflugt tól og þessi nýju verkfæri eru alveg óbúslega kraftmikil eins og bara fólkið á þenni sem þú varst að spjalla við var að segja, það byrjar á netinu í leita upplýsingum vöru og þjónustu og við sem erum í markaðstöru og við erum að reyna að selja. Þetta snýst allt það að koma lausnunum okkar á framfæri og ef að fólk að byrja á netinu þá náttúrulega þurfum við að passa ef við séum sýnileg þar. Bæði bara til að ná til markhópsins okkar og verja það bara að það sé ekki hinn sem að keppa við okkur, að hann sé ekki hann sem að ná öllum sýnileikunum. Þannig að það er nú alls ekki svo. Takk kærlega fyrir komuna, mjög áhugavert. Ég vil hvetja ykkur til að kíkja endilega á bókina sem að Guðmundur og Kristján félagans gaf út, markaðssetning á netinu. Þar urmull af gagnlegum og góðum upplýsingum sem allir markaðsstjórar og markaðsáhuga fólk ætti að kynna sér ítarlega. Að lokum langar mig aðeins til að sýna ykkur eins og síðast eina litla skemmtilega auglýsingu. Hún kemur úr Super Bowl keppninni sem var haldið núna fyrir nokkrum dögum í Ameríku. Ný mynd frá Doritos og hún alveg frábærlega fyndin. Takk fyrir í dag, sjáumst þetta í viku. Hi. Hello. Aw, thank you. Have a seat. Kyle, Jalen. Jalen, Kyle. Jalen, you play nice. I'll be right back. What's going on, little man? I see you got your game skills down, Pack. You might have your hands full once I pick up the controller, man. Put it back. Keep your hands on my mama. Keep your hands on my Doritos. Jalen, are you playing nice?